Já, hæ. Já, ég ætla að gera spá fyrir ykkur. Það veldur bunga, það veldur spil og þið hafið 3 bunga eða 3 spil að veljum eða dyr, mætti segja. Og fyrsta er þessi hérna, svona trédyr. Og númer 2 er eitthvað svona stein. Kannski eitthvað sem maður sér ekki. Það er þarna eitthvað. Og svo er þessi hérna, dyr. Þetta er nú kannski ekki alveg dyr, en það er svona eitthvað framandi. Já, þetta er kannski svona eitthvað svona stabílt. Herjá, þið hafið þessa 3 spil að velja. Það eru trédyrnar, stein og þessa hérna dyr. Og það er náttúrulega í lagi að velja fleiri en eitt, en hérna bara treysta og bara einsæða hvað heillar ykkur fyrst, svona, hvað kallar á okkur. Og það er alltaf eitthvað hérna fyrir ykkur og þetta er, þessi spá verður svona persónu sem er hérna í ykkar huga og svona eða öfugt. Það getur verið að persónan ykkar kannski komi hérna í gegn, sko. Sko það byrja á hérna númer 1. Já, það er hérna, já, svo verð ég með tímatöflu fyrir neðan vídeóið líka. Svo langar mér að lesa líka hérna fyrir ykkur alla hérna. Heart healing. Morning now has had its time. Do not pay it a single dime. Emerge from the darkness, a new day starts. Let light embrace the healing heart. Já, það er bara eins og að núna bara, er bara svona komið tími til þess að halda áfram og það er búið að syrgja nóg og nú er bara tíma til þess að halda áfram. Syrgja eða þá eitthvað verið í svona hjartasorg eða eitthvað gengi í gegnum eitthvað. Það er bara svona, núna bara komið tími og ekki vera að eyða tímanum í eitthvað sem hérna var áður. Þú græðir ekkert á því. Það megum ekki festast þarna í þessu. En já, við skulum byrja hérna númer 1. Og við skulum lesa hérna. Three-eyed raven. A sunrise hits upon the dew. A messenger raven comes with the news. Mér finnst eins og hérna að já, þau hafi ekki verið að hittast eða ekkert verið í gangi í einhver tíma, sko. Og það er svona eins og þessi manneskja sem að er að hugsa og svona tilbúin til þess að fara að hleypa þér inn. Og þú mátt alveg hleypa þér inn eða að senda þér skilaboð, mátt alveg búast við því. Að fá skilaboð, einhverja fréttir, eitthvað, og kannski kemur þessi manneskja inn með einhverja fréttir sem að opnar, svona, já, opnar upp á nýtt samband kannski og vill svona gera eitthvað meira. Það verður svona einhver uppgötvun, svona einhver clarity og það gæti verið eitthvað tengt líka einhverju ferðalagi eða einhverju svona, það sem sólin er, svona einhver clarity eða einhverju, sko. En þetta er eitthvað svona stabílt sem að þið eru að fá inn, eða fréttir af, kannski líka.
A sunrise hits, open the door. A messenger raven calls out with the news. Og svo verður bara undirbúin fyrir eitthvað óvænt. Það eitthvað sem kemur inn óvænt, sem eftir að glæðja rosalega mikið. Varðandi þessa manneskju kannski. Og þetta manneskja sem að þið hafi kannski ekkert verið að tala við eitthvað tíma sko. Það hefur kannski verið eitthvað, þögn á eitthvað milli eða ekki verið að tala saman en svo bara hafi bara dregist tilbaka eða eitthvað skilur, öll samskipti og allt saman sko. Og þið hafi bara haldið áfram eitthvað lífið eða eitthvað sko. En þau megi búast við einhverju óvæntu fréttum eða einhverju óvæntum samskiptum. En það alltaf einhver hérna sem að hugsa til ykkar. Það vill gera eitthvað meira sko. Eins og bara eitthvað svona dregist tilbaka eða eitthvað með samskipti. Gæti verið að þessi manneskja hafi kannski farið eitthvað annað og haldið að grasið væri grænna kannski einhversar annar staðar en sér svo núna að þetta var eitthvað svona ekki alveg rétt ákvörðun eða eitthvað og vill gera svona nýja byrjun og laga eitthvað. Og mér sýnist að þið eru bara svona svolítið á góðum stað sjálf sko. Já, þess að fá fulfillment, wishes. Það rosalega mikla tilfinningar sem þessi manneskja hefur til ykkar og það alveg ást þarna að báðu megin sko. Til nú segja. Og það greinilega eitthvað komið upp á þannig að þið hafi ekki eða hægt að tala saman eða eitthvað komið upp á þannig að þið dreigið tilbaka en svo eins og að þessi manneskja vilja koma og gera eitthvað nýja byrjun með eitthvað. En kannski bara svolítið svona í haustum á sig svona hvað að gera. Sjá. Það nú að fá hérna teningana líka með. Svo. Og það fiskur, meyja. Það kemur eitthvað samt við svona eitthvað byrjun eða búin að eitthvað vilja koma inn svona og svolítið bara svona eins og já svona að setja upp plan. Það eins og þessi manneskja vilja setja upp plan og svona hvernig á að gera hlutina og eitthvað og laga. Og það hérna sporðdrykki og ljónið getur verið líka eitthvað samt við október líka. Þá eitthvað meira varðandi þessa mannesku hvað áttu von á. Knight of Cups, Eight of Swords. Já, það eins og ég sagði það, Eight of Swords. Þessi manneska er tilbúin að koma með og langar að gefa þér eitthvað svona samband og eitthvað. Þessi manneska hefur mikla tilfinningar til þín og alls svoleiðis.
Hérna, þetta getur verið fiskur, krabbi og sporðdrykki hérna. Það er ekki samt endilega verið þessi merki, en það er rosalega svona mikla tilfinningar og það er komið upp að þannig að sett svona, já, eins og finnst eins og það sé ekki hægt að koma sér út úr þessu kannski líka, getur alveg verið sko. En já. Já, getur verið sko, ef ykkur hefur pínu kops líka sko, að þið eru bæði svona eins og hafið svona, já, gefið upp alla von eða eitthvað sko, og pínu kops kannski líka, hún er kannski bara gefist upp en alveg með svaka tilfinningu til henni, en kannski fyndist að vera bara komið nóg, bara, ég er ekki að fara að standa í þessu, ég er ekkert að fara eitthvað að já, láta valta yfir mig eða ég er ekkert að, þessi manneskja er bara einhvern veginn þannig og hvað sem er kallið að kona, að það er bara svona eins og hafi verið sett svona bara stopp, ég gefst upp. Kannski eitthvað hlið sko. En já, það er eins og þetta gæti verið kannski fyrir eitthvað samt við 8 mánuðir, 8 daga, 8 ár, kannski hafi verið saman í 8 ár eða eitthvað samt við 8. Það er eitthvað svona eins og bara kannski eitthvað að koma tilbaka, kannski líka. Ace of Pentacles líka hérna. Já, þessi manneskja er svona mikið að hugsa að koma með eitthvað gott svona tilbúð eða festa sambandi betra eða gera eitthvað með þig kannski líka. Og það er eins og þetta er eitthvað samt við tíman. Það kannski hafi verið búin að vera sundur og saman. Og það er eins og aldrei verið rétti tími kannski að gera ykkur hluti. Þú mátt alveg búast við að það er sko að hlutina verða betri og það er eins og bara þegar þurfti svona að, já, það var bara einu stöðuna að loka fyrir en það er eins og að þessi manneskja vill koma aftur og gera betur. Það er svona mikið passion, svona passion og þessi manneskja hefur mikla tilfinning til henni. Það er eins og það hafi verið svona mikið svona, að vera að fela og vil ekki tala hluti og eitthvað svolítið sko. Og svona verið kannski svolítið leikir, miklu leikir svona millikar og eitthvað svolítið sko. En nú vill þessi manneskja koma tilbaka og svona og grafa það sem hafa verið og bara gera eitthvað nýja byrjun sko. Og það gæti eitthvað verið varðandi kannski mars eða þá í júní sem að kannski hefur séð kannski svona eins og þessi manneskja vilja koma tilbaka eða eitthvað sko. En þú ert svona kannski svona meira svona, já, svona bíða og sjá hvað verður. Gæti verið líka, hérna, það er naut með á stengið hérna. Gæti verið líka hrúturinn hérna líka. En eins og þá er þessi manneskja bara svolítið svona í crosskótum hvað að gera. Og þetta gæti verið náttúrulega bara þig líka sko.
hvaða action ég vona á sko frá þessari manneskju. Five of Swords. Já, það eins og að núna þetta bara svolítið svona eins og strategy, svona að plana og þetta snýst svolítið að líta vel út kannski líka. Hafið svolítið svona mikið konflikt á milli ykkar eða eitthvað og kannski hefur spanska verið svolítið svona egotistic eða svona allt svona og þetta snerist allt það sjálft. Svona var ekkert eiginlega svolítið að pæla í hvað þú varst að ganga gegnum kannski eða hvernig þér leið sko. En þessi manneskja núna bara að vilja koma tilbaka og það bara svona svo, já, finnst það svolítið kannski erfitt að koma aftur. En þetta svona, gæti verið að þessi manneskja vil ekki bara gefa það gjöf líka sko. Koma inn með eitthvað svona gjöf. Gæti verið líka eitthvað í nautsmerkin hérna líka. Gæti verið líka svolítið þessi manneskja svona myndi taka eftir því að væri svolítið svona að svona show off, svona sýna sig hvað ég núna, hvað ég að gera og kannski með öðru fólki, kannski sem manneskja komin í annað samband, það gæti alveg verið sko. Og þetta svolítið svona, svolítið þannig. Já, ég ætlaði svo að spyrja með hvers stjörnumerki að byrja á Steingitinni. Hvað hún að hugsa, hvað Steingitin að hugsa til ykkar, eða til þín. Steingitin vill svona koma jafn á hlutunum og laga eitthvað. Það hérna bóamaður. Getur verið ykkur í bóamannum sem að vill svona gera einhverja breytingar og laga eitthvað sem í kringum hjá okkur. Og síðan það Vaspirinn. Hvaða tilbyrningar hefur það til ykkar? Eitthvað action eða eitthvað? Það hérna krabbi, fiskur og sportryggi. Gæti verið ykkur í þessu stjörnumerki eða þá bara að manneskja hefur rosalega mikla tilfinningar til ykkar sem í Vaspirunum. Og vill svona koma svona öryggi og svona, já, vera til staðar svolítið fyrir þig, myndi nú segja, sem í Vaspiramerkinu, sko. Og síðan það fiskurinn. Hvaða action vill að gera. Fiskur vill koma aftur til því. Það ekki alveg tilbúin að loka þessu kafla sem þið hafið. Það alveg greinilegt. Greinilega orðið ykkur sambandsslit hjá okkur. Og hvað verður komið?
Já, Eris. Hrúturinn svolítið að halda sig svolítið aftur og er ekki alveg tilbúin að sleppa tökunum og já, rosalega svona bara eitthvað þrjóska. Gæti verið svolítið svona kannski, já, svona bara halda í sínu öryggi og vill ekkert svona breyta neinu. Það er eitthvað svona samt að svona vernda sjálfa sig og eitthvað, og að halda aftur að sér, sko. Það hefur kannski verið svolítið toxic á milli ykkar, kannski. En já, en vill koma tilbaka en er svona svolítið kannski að svona stress, eða svona að plana hvernig það á að gera það, þú veist. Nautið, já, nautið er svolítið bara að, þú veist, eða svona, já, er kannski ekki tilbúin að sleppa þér. Er svona að reyna bara svona, er svolítið bara kannski að bíða eftir að þú komir með eitthvað. Það er eins og að þú hefur þurft að sleppa tökunum á þessari mannesku eða þá þessi manneski heldur að sé allt búið. Og er svolítið mikið að bara hugsa. Það er engin svona úst, að framkvæma neitt, engin framkvæmd eða ekki neitt, sko. Og tvíburinn er bara svolítið svona, já, hefur það svona, þú ert ekki að sjá hvað tvíburinn er að hugsa. Þannig að tvíburinn er svolítið að svona heldur sig aftur og er bara svona, já, þú getur eiginlega ekki að sé hvað tvíburinn er að hugsa, sko. Það er svona leyndar tilfinningar sem þið sjáuð ekki, þú veist, það er eitthvað svolítið, sko. Og svo er það krabbinn. Krabbinn er tilbúin að koma með full blown offer. Það er svona, hann er með þetta, sko. Krabbinn með þetta. Hann er svolítið, já, er tilbúin að fara að opna sig og gera eitthvað svona, eitthvað rómantíkt með eitthvað. Og hefur svolítið verið kannski svolítið svona lítill í sér undanfarið og eitthvað svona svolítið veginn, sko. Og svona í tilfinningunum sínum. En svona, hann vill vera róma með þér. Og síðan er ljónið. Ljónið er alveg, vill gera bara alla hluti rétt með þér og vera til staðar. Og já, nú er kannski, ljónið ætlar kannski að fara að bjóða þér eitthvað, gera eitthvað, fara eitthvað ferðalag eða getur verið eitthvað tengt vinnu, kannski er það að vinna saman, getur verið. Það er eitthvað svona nýtt tækifæri sem vill gera, bjóða þér ferðalag eða eitthvað. Síðan er það Meja. Já, Meian er öll í exu núna, sko. Þú veist að hún mátt búast við einhverju að Meja komi bara inn núna bara með einhverja svaka fréttir eða vill vera að gera og svona og tilbúin. Eða kemur svona, Meian kemur þér óvænt. Hún kemur allt í inn, sko. Kemur allt í inn með eitthvað, þú veist. Já, býðir þér eitthvað út að borða eða tilbúin að gera eitthvað með þér, breyti ykkur, laga eitthvað, bara alls konar og gera, já. Og kannski líka laga eitthvað á milli líka. Og síðan er það Vogin. Já, Vogin er svolítið bara svona að reyna
Það bara sko kannski búin að vera svolítið upptekin í vinnu og svona vera kannski svolítið að sinna svolítið öðrum í kringum með sig sko, en vill svona núna svona fara að sinna þér svolítið meira sko. Og já, og kannski laga eitthvað á milli ykkar, kannski hafi verið svolítið svona bara upptekin á sjálfum ykkur eða þessi mannski verið upptekin á sjálfum sér eða eitthvað og eitthvað samt við já, rosalega þrjósk kannski líka verið svolítið þrjóskur eða þrjósk svona, með tíman, ekki vilja, ekki mátt vera að trufla eða eitthvað svona, en hún er tilbúin að laga eitthvað milli ykkar og búamaður. Já, búamaður er bara, er svolítið svona, já, ekki alveg góður stað svona hvað að gera og verða ekki alveg, og vill svona bíða til að hlutunir orðið verða eitthvað betri hjá sér til þess að geta gefið þér eitthvað sko. Það er eins og að búamaður hefur svolítið svona ekki alveg verið að gefa það nógu mikið og verið svona eitthvað svona. Já, það hefur eitthvað verið svona, getur verið eitthvað varðandi peninga eða eitthvað verið svona, kannski, já ekki vilja kannski gefa nógu mikið af sér, getur verið að það hefur kannski komið eitthvað svona, komið þannig að þú hefur verið svolítið skilin út undan, svona, ef þið finnst það, en svona, kannski búamaðurinn farin að sjá hlutina betur og vilja koma á aftur tilbaka, en það er eins og að vanti svona eins og lakk, svona, ég hef ekki nóg, ég, gæti náttúrulega líka verið bara tilfinningalega líka, að finnst ekki hafa nóg mikla tilfinningar eða eitthvað, ég veit ekki hvað slið sko, eða öfugt sko. Og það er eins og að sé svona vöndin á milli ykkar. Og já, ég ætla að láta þetta bara duga. Þetta var, já, svona pröfa með stjörnumerkin. Bye! Já, svo valdi bunga 2 eða spil 2, þetta hérna. Greinilega, já, þeir eru greinilega ekki að tala saman, það er svona, já, eins og það hafi verið kannski blokkað og engin samskipti, ekki svo lengi, það er bara eins og, bara kaldur veggur, búið að vera milli ykkar kannski. En það er eins og þessi er svona, þetta er aðeins svona bara opnast og lagast. Það er svona komið dýrana í þennan kalda veggana og það er kannski báður aðlega, núna er þið kannski að draga eitthvað tilbaka eða þessi manneskja vill koma aftur og laga eitthvað. En já. Bless this space, your sacred space, hold the soul to bear, Palo Santo shades will clear the air. Já, það er bara eins og að þetta bara verið einu stöðinu að loka á þessar mannesku eða eitthvað, þetta er bara verið komið þangað. Það er að koma svona, einhver að vilja komast inn aftur og þú mátt alveg búast við þessa manneskja verður svolítið kannski í þinni tímalínu kannski, að læka post eða eitthvað svona og fara að taka eftir því að kannski þessi manneskja er að koma aftur einhvern veginn. En það var ástæða fyrir að það var þurft að blokka og loka þarna á milli ykkar. Þessi manneskja var ekkert að
gefa neitt. En svo eins og hérna, tröstu heiminum. Institution has wandered and led you astray. The time is not yours, but the universe play. Have faith og breathe. Það bara eins og, kannski var þetta eitthvað sem að var svona ekki alveg það var lokað út af einhverju svona reiði eða einhverju svona og kannski á misskilningi og einhverju svona það var eitthvað svolítið sem var ekki alveg rétt en þetta kannski eitthvað sem þurfti að gerast náttúrulega líka. Já, það gæti verið eitthvað, þetta sem manneskja sé mikið að vinna og verið kalt blótt á milli ykkar. Já, það hefur verið bara svona eins og verið að hunsa og eitthvað svona. Halda ykkur leyndu kannski líka. En ég ætla að fá hérna fyrir ykkur hérna. Já. Emotional withdrawal. Það þurfti að draga ykkur tilbaka. Bara, já, það er alveg skýrt hérna going with the flow. Fara bara með straumnum og ekki vera ofhugsa eða eitthvað svona. Bara draga ykkur tilbaka eða þessi manneskja hefur kannski gert það. Samt getur verið einhverju líka í ljóninu hérna líka svona getur verið svona awareness. Your love begins. Það er bara svona eins og já, núna er þið kannski, já, í nýri byrjum með einhverjum öðrum kannski. Það getur verið, þið séu bara komin í annað samband kannski líka. Eða það er að koma samband inn til ykkar. Og það er svona innsæði ykkur að það er svolítið að, segja ykkur það. Það er eitthvað að koma inn, það er að koma svona, þið getur svona að fara að opna fyrir þessa nýju byrjun sem er að koma til ykkar. Það er svolítið, hafi verið svolítið ekki svona ekki, eins og mér finnst, ekki verið að hugsa nógu rökrætt og það er eins og að þið hafið þurft að draga ykkur tilbaka til þess að geta séð hlutina í betri ljósi kannski líka. Hvað að gera og af hverju hlutirnir fóru svona bla bla bla. Þetta er kannski þannig. Það er að fá stjörnumerki hérna. Það er Libra sportriki, það er Vogar sportriki. Þetta er Keppi hérna líka. Tvíburi og Steingeit. Og eitthvað sátt í nóvember getur verið sportriki eða búamaður. Og ljónið. Og naut. Það er eitthvað sátt við átta líka, það er eins og að þið séu að fá, já, eins og, já, það er svona, þetta er á leiðinni til ykkar. Þið eru að fá tilbaka,
fólk er bara, þessi manneskja sem að greinilega loka á þig eða hvað, sér þau svolítið öðru ljósi núna sko. Það er eins og þau þurft að fara svona frá hvort öðru til þess að geta séð hlutina allt öðru ljósi. Ace of Cups, það er svona eins og nýbyrjun á einhverju. Getur verið að þið hafi verið svolítið nýbyrju í sambandi líka og svona svo allt í einu bara orðið eitthvað svona, eitthvað dreigja sér tilbaka en þessi manneskja er með meiri tilfinningar, kannski meiri tilfinningar heldur að þið geru grein fyrir eða af því þessi manneskja var ekkert alveg að sýna ekkert svona til ykkar eins og það vildi eitthvað meira eða eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Já, það er svo eitthvað dreigir sér tilbaka. Hörmyndin er hérna líka. Og er svona, já, gæti verið eitthvað svona smá hræðsla eða eitthvað en þessi manneskja þurfti svolítið að dragast tilbaka og kannski var þessi manneskja eitthvað smá hrædd eða orðið fyrir einhverju vonbrigðum svona, og dreigði einhverja ályktanir á því að þetta myndi ekki ganga upp eða eitthvað svoleiðis sko. En svo, já, finnst kannski verið eitthvað haldið frá og kannski verið mikið svona eitthvað svona leynispil eða ekki alveg sett hlutina alveg rétt á borðið og eitthvað svona, verið svolítið svona eitthvað þannig og svona eitthvað misskilningur og eitthvað svona, verið svolítið svona, já, með einhverja væntingar sem að, voru eiginlega ekki eiginlega svona ekki réttar sko. En það er svo, núna stóðu svona á góðri leið á góðu stað og það er alltaf að koma tilbaka til þín. Og það er eins og að, já, þegar þú ert tilbúin að fara í burtu þá vill þessi manneskja koma aftur. Þegar þú sleppur tökunum sko. Það hefur verið kannski orðið svona eitthvað svona eins og, já, það hefur verið bara orðið byrði og svona drama og eitthvað svona vesen. Og þessi manneskja er svona, er tilbúin að laga það og taka þetta allt í burtu sem að koma í veg fyrir að þið gátu svona, já, verið í sambandi kannski. Kannski var þessi manneskja svolítið bara svona með sinni eigin djöful að draga eða eitthvað sem það þurfti að losa eitthvað svona, eitthvað svona karma úr einhverju öðru sem koma inn í eitthvað samband kannski líka. Það er bara að sé þetta. Það er eins og þessi manneskja er bara svolítið á krossgötum og ég held að þú sést svolítið í krossgötum með þessa manneskju og ert að reyna að finna hvað er rétt að gera sko. Þetta gæti líka verið tengt einhverju samt við vinnu eða eitthvað líka tengt bíl líka. Svona, hvað að gera, hvernig að fara með hlutina áfram og það getur eitthvað verið líka eitthvað varandi flutninga líka hjá okkur vinna líka. Já. Það er eins og þessi manneskja sko, er farin að sjá hlutina svolítið
þetta var svolítið toxic og þau kannski eru bæði búin að sjá það að þetta, það var eitthvað hana sem að var að stoppa að við gæti halda áfram og það er eitthvað sem að setja niður fótinn og það er þú setja niður fótinn og vildi stoppa þetta toxika svona partinn eða svona það sem búið að vera aftur og aftur sama og enga breytingar og að því að þú sért bara hvers virði þú ert og þú ert tilbúin að sko fara aðra leið og fá það sem að þú átt skilið. Og það er bara eins og það hefur komið svona endir á þetta. Hvaða action langar þessi manneskja að gera. Já. Manneskja er bara svolítið að reyna að finna leið hvernig þetta komast og laga hlutina og breyta einhverju sem að og það er kannski núna er svolítið svona getur verið ekki vilja horfast á það sem að þú hræðsla á hvað þú segir ef þessi manneskja vill opna sig upp og það er svona að veita upp á sína sök og er kannski svolítið bara núna bara svolítið kaf í vinnu og svona vil ekki horfast á þetta og svona ekki tilbúin en það búast við action fljótlega The Justice, High Priestess og Ace of Wands það er mjög svona það er rosalega desire að koma tilbaka og laga hlutina og það er bara eins og þú mátt gefa þess kannski 3 vikur eða eitthvað slíkt sko, 3 daga eitthvað sem mátt búast við eitthvað þessi manneskja koma inn sko og það getur verið að þú verður svolítið bara svolítið farir svolítið í vörn kannski bara og að þú bjóst ekkert við þessu sko. Það var eins og þetta var alveg búið en þú mátt alveg búast við að þessi manneskja vilja koma inn svona vilja gera eitthvað Já, ég ætlaði nú að nota þessi spil í eitthvað annað. Það er eins og kannski þessi manneskja að fara eitthvað annað og sér eftir því núna. Kannski þess vegna dreigir sér tilbaka og það er eitthvað fyrir hvað er action minn sem manneskja að gera. 2 of Cups. 3 of Wands. Þessi manneskja vill vera í sambandi með þér en er bara svolítið svona ofhugsa þetta eitthvað, þetta myndi ekki ganga upp og er kannski svolítið að plana svona kannski þegar ég sé svona eins og vera að rekna eitthvað saman og eitthvað svona plana en ekkert í action, sko ekkert búin að vera í action af því að þessi manneskja vill gera hlutina þannig að hún eða hann líti vel út og þessi manneskja að setja þig alveg svolítið að hafa stall sko. Og finnst þú bara að vera svolítið og svona hafa svo margt að gefa og sér að þú ert farin að leita eitthvað annað og kannski komin að eitthvað annað líka sko. Og núna finnst þessi manneskja eins og þú sért að fara að sleppa og greipa sér og svona vill halda í þig, vill ekki sleppa þér.
Nautið, það eru þarna, þið greinilega hafi verið í sambandi. Það er ekki endilega að þetta hafi verið langtíma samband, það geti alveg verið sko. Þetta hefur verið svolítið inn og út kannski samband. En þessi manneskja vill svona hafa eitthvað að gefa, hafa eitthvað svona hafa eitthvað í höndunum. Og kannski er þessi manneskja að bíða eftir að þú gefur eitthvað svona sæn eða skilaboð og þú veist að þú vilji segja eða eitthvað. Og er að bíða eftir kannski að þú sendir skilaboð og er að bíða eftir að þú gefur eftir eitthvað, þú veist, gefur eitthvað svona sæn. Mér finnst eins og í þessu bunga þá hafi verið svolítið mikið af svona leikjum og svona einhverju svona já, ekki alveg verið að höndla sambandi nógu vel sko, sem hefur verið á milli þar. Já. Það er eins og, já, kannski er þessi manneskja svolítið búin að vera svolítið, þurfa að vera mikið að vera á ferðinni, vera mikið að svona gefa öðrum kannski mikið af sér sko. En er svona tilbúin að bara að gefa þér eitthvað, þetta er allt svona, úst, í vinnslu. Kannski er þessi manneskja að vinna einhverju vinnslu eða einhverju leið sko. Getur verið að hann setur stöðu, getur verið að, þú veist að hann þurfi að halda svona stöðunni sinni. Og kannski hefur verið svona ástæða fyrir þú veist, að fara eitthvað annað eins og, þú veist, það hefur verið, já, þurfa hún eða hann tók þess ákvörðun að fara og er svona já, vilja koma svo samt aftur. Það er ekki flutið þannig. Síðan naut með steingeit, hrútur, tvíburi, fiskurinn, fiskukrabbi. Já, ég ætla svo að spyrja með hvert stjörnumerki hvað það er eins og hrúturinn. Byrjum á hrútnum. Hrúturinn er bara, veit ekki hvað hann vill. Er svolítið bara já. Er svona svolítið bara svona að spá og spekula hvað að gera. Það er svolítið kannski í einhverju svona óákveðin og þetta getur verið svona tengt ykkur hræðslu og veit ekki hvað að gera. Það er svolítið að draga á sig afturfæturnar. Kannski finnst eins og það sé, þú veist, verið gert rétt á sinn hátt. Öfugt. Og nautið vill nýtt tækifæri og koma inn aftur
vill gera einhverja nýja leið, gera eitthvað og taka einhverja ákvörðun, vill fara með þetta kannski að hærra level og svona búa eitthvað til meira. Þess að það hafi verið tekin einhver ákvörðun, annarkvort að loka eða að halda áfram. Krabbinn. Nei, tvíburi. Já, það er eins og tvíburinn er bara svolítið, er ekki tilbúin að taka ákvarðanir og er svolítið að draga afturfætuna líka og er svolítið svona, eins og fengið nóg af einhverju og er svolítið svona arrogant eða hvað heitir það í ígonu sínu og svona þrjóskunni og að gefa ekki eftir. Krabbinn, er ekki alveg tilbúin að taka einhverja ákvörðun og finnst svolítið að þú sért að hafna sér svolítið er ekki svona, er ekki að vilja vera að gera eitthvað að því að búin að taka einhverja ákvörðun að þetta sé ekki eftir að ganga upp eða eitthvað. Það er svona, það er búin að vera að bíða eftir að þú farir og gefir sér eitthvað. Það er eins og þú hafir ekkert verið að gefa nú eða eitthvað. Svo er það ljónið. Ljónið er alveg tilbúin að fara og vera að gera með þér alveg. Það er svolítið svona tilbúin að taka svona action og kemur svona snögglega inn. Vill vera svolítið svona taka einhverja svona nýjar og svona gera stóru breytingar eitthvað. Ljóni og svo Meyja. Meyjan er alveg lítið svo upp til þín og sér ekki sólinu fyrir þér. Hún vill sko laga og bæta, gera allt svona til þess að allt sé gott á milli ykkar. Og sér þig, ef þú ert Queen of Cups og þú ert kannski krabbi, sportdrykki eða fiskurinn eða það er ekki að vera, hann sér ekki sólinu fyrir þér. Og vill gefa þér einhverja gjöf líka sem að veita að eitthvað getur verið að þú eigi kannski afmæli eða eitthvað, en svona tilbúin að gefa þér eitthvað svona til að bræða þig. Og svo er það Vogin. Vogin er alveg tilbúin að gefa þér allt svona mikla tilfinningar til þín, en það er svolítið bara að halda aftur að sér sko. Svona hefur ekkert verið svona að þetta er eitthvað svona þrjóska eða eitthvað, að þú kannski fari og gefi sér eitthvað undan og eitthvað svolítið sko. En er svona starthólunum. Koma með eitthvað áfært til þín. Sportdrykki. Það er Sportdrykki er alveg tilbúin að
já, gera eitthvað skemmtilega saman, tilbúin að fara að gera eitthvað ferðalega og vera að gera og laga eitthvað. Verið svolítið kannski svona, það hefur kannski verið svolítið svona barnaleg, eitthvað svona barnaleg hegðun á milli ykkar eða eitthvað, og já, þegar finnst það að vera svona kannski svolítið red flag eða eitthvað. En sér þið bara, sko, sér þið kannski bara í öðru ljósi núna, sko, og vill gera allt með þér núna, vill koma tilbaka, mátt alveg kannski búast við því. Og bóðamaður vill bara réttlæti eða þá að, já, þessi vill svona laga þetta þannig að koma inn sambandin aftur. En það er eins og að þú hefur kannski sett stopp á eitthvað eða öfugt kannski líka. Og það er eins og að þurft að svona, já, ekki verið nóg mikið jafnvægi á milli ykkar. Þurft að draga sig tilbaka til þess að geta sjá hvaða tilfinningar eða hvað á að gera og hvað er rétt að gera og hvort það er að loka eða já, bjóða velkomin inn eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er eins og eitthvað svoleiðis í gangi, sko. Steingitinn er alveg miður sín. Það er búið að vera kannski rosalega svona, já, hart á milli ykkar, svona samskiptin hafi verið ekki mjög góð og kannski engin. Og sér ekkert eins og að þú viljir bara fá sig inn aftur eða eitthvað hlut, sko. Það er eins og að þetta komið svona endastöðinu bara og milli ykkar. Fiskurinn vill koma inn með bara stabilt svona samband og mátt alveg búast við einhverju svona koma hægt og sígandi inn, svona eitthvað reyna að tjarma þig og svona. Vaspurinn, ja, vaspurinn er svolítið að sjá hlutina öðru ljósi núna, sko. Þú kannski sleppt tökun á þessari mannesku eða já, við þurftum að setja kannski endir á eitthvað. En svo er eins og núna sé að vera að horfa hlutina öðru ljósi og vilja kannski koma inn, en svona finnst ekkert eins og það sé hægt og svona, já, kannski þurft að bíða, kannski bara að láta þig bíða svolítið og þú hefur gefist upp eða eitthvað fleiri, en það er svolítið svona, já, varum sig og hvort og hvað að gera. Hvað er fiskur? Já, það er bara komið. Já. Við látum þetta duga bara. Já, eftir sem veldi þá banka 3 eða spil 3 þá finnst mér eins og að þetta er kannski eitthvað manneskja sem hafa verið í langtíma sambandi eða þá að þessi manneski býr einhvers staðar langt í burtu. Það er eins og sé svona, já, erfiðleikar eitthvað á milli varðandi fjarlægð. Það er eins og sé svona þurfa að bíða eða þá að en þessi manneskja vill núna, sko,
það eins og ég sé bara svona friðarfána eða eitthvað, það eins og bara svona peace and make-up. Það eins og að erfiða hjallanum búið og þessi manneskja vill svona, já. Og eitthvað samtöðu líka eins og því að við búin að vera að bíða eftir eitthvað og svo kemur þessi manneskja kannski bara inn allt í hennu, A distant kiss and a prayer flag. I wish all the wishes that you were here through sunlight and rain. I need you near. Það eitthvað sem að, já, kannski, gæti verið svona crush, eða eitthvað sem að er mikla tilfinningar til ykkar, eða til þín, já. Og svona bara, já, bara vonast að allt, gangi allt upp og allt verði betra. Gæti verið svona mikið, svona að leikja með, svona eins og skákamat og svona, hver hefur betur og svona stretch, svona plan eitthvað, og það kannski svona, við erum kannski of mikið að reyna að stjórna líka, kannski finnst mér líka. Svo forgive and forget, a ritual cleansing of pain and lies, arise and awaken, see a new sunrise. Það eins og þessi bara svona nýr dagur og eitthvað nýtt framöndan og svona, að gleyma það sem áður var og vilja bara svona, gera eitthvað nýtt, Það eins og, þið hafi oft svona einhverja stundir saman eða eitthvað. Sjá. Gæti verið eitthvað samt við líka tungumál og eitthvað svona, að það sé, kannski finnst eins og, erfitt að tala saman eða, hafi verið svolítið svona einhvern samskipti. Það hafi ekki verið nógu gott á milli ykkar. Pæli 3. Destiny. En já, eitthvað sendu við bænir og eins og það finnst það rosalega svona tenging á milli ykkar. Það svona það eins og að þið með búast við allt í einu ykkur opni sig líka, eða það hafi samband við ykkur, og það bara verið kannski svona einhver hræðsla að þetta myndi ekki ganga upp eða eitthvað, en það eins og sé svona rauði þráður á milli ykkar og það eins og, að þið geti ekkert verið án hvort annað eða þessi manneskja lítir á þig þannig, Já. Það fá líka hérna. Það búamaður og vogin. Nautið, krabbi, Mæja, nautið. Gæti verið að þið hafi verið í einhverju öðru sambandi sem að það hefur svona, já, kannski ekki gert, það hefur ekki verið gert nógu gott fyrir þig. En það eins og að sé svona einhver annað sem að hefur mikið áhuga og svona vill gera að breyta einhverju sem var áður, Ég ætla hann ekki að vera einhverja. Mér finnst eins og þetta sé bara
eins og þetta sé nýtt samband þegar það kannski svona sem að koma inn. Ten of Cups, Hermit, já, þetta er greinilega, það eru mjög mikla tilfinningamyndleikar og það er bara eins og að eitthvað sem þið er fjarlægð eða ekki að vera á sama stað eða eitthvað svona ást en gæti verið að þessi manneskja hefur sko ekki alveg verið að svona tala sína tilfinningu og verið svolítið svona hörmynd eða svona, veist, með svona haldið bara fyrir sig og ekki vel að segja hvernig liði og okkur hlut sko. Eða hvort að þessi manneskja væri átt erfitt með að segja kannski já, ég er hrifin af þér eða mig langar eitthvað meira með þér og eitthvað hlut sko. Og það kannski, þú hefur kannski verið meira opnari með það sko. En það er eins og þessi manneskja sé kannski að uppkvæta núna kannski tilfinningar sína núna. Þið hefur kannski, já, svona kannski hætt að tala saman eða hætt ykkur, að vera eitthvað svona erfiðleikar. En það kannski hefur bara verið eina sem kannski best var að gera var að draga sig tilbaka til þess að uppgöta sína tilfinningar eða hvar þú hefur manneskjuna eða hvernig þér líður eða hvernig sem það er. Já, mér finnst þess að ykkur hefur labbað í burtu og vilja fara eitthvað annað. En það hefur var ekkert betra. En þetta er náttúrulega kannski eins og fyrsti. Six of Pentacles. Og það gæti hafa verið svona einhverja fristingar eða eitthvað hlut sko. Eða svona. Eða þá sett þig á svona. Þú varir eitthvað. Já, gefa öðrum eitthvað en ekki sjálf sér eða mikið að gefa öðru fólki. Og já, kannski var þessi mannski ekki svona tilbúin að gefa þér kannski samband eða var svona upptekið kannski í ykkur öðru. Já, þurfti að svona kannski að velja á milli, það er eins og þurfti að velja á milli eitthvað. Og tekið eitthvað ákvörðun á það gæti líka hafa verið með flutninga eða fara eitthvað eða þá samband eða eitthvað slið sko. Og það er svona eins og svona eins og þú þurft að læra af mistökunum eða eitthvað. Ég veit ekki. Já, hefur verið svolítið eitthvað svona lítið gefið á sér og svo núna eftir að þú dregur tilbaka þá vill þessi manneskja núna koma tilbaka og svona eins og já, þú sá ekki á þig hvað þú þurft að gera en leiðu að þú fórst að vilja fara eitthvað annað og bara gefa bátinn á þessu það var eins og já, og þú komin á góðan stað og ert svona að byggja upp þitt líf eða eitthvað og ef bara hafa gaman og ert bara peningarnir og allt, þetta er alltaf gangu upp hjá þér sko. Það var eins og þessi manneskja vilja koma inn sko og mikil eftirsjá sko og er eins og að vera svona já, ekki séð alveg hvað hún hafði í höndunum með hann
Hún er upptekin í kannski verið mikið kannski drykkja, neysla eða eitthvað, eða upptekin í einhverju öðru svona truflunum á öðru fólki. Og kannski, já svona, og kannski bara svona svolítið sacrifice þér og láti því fara sko. Og það hitt var eitthvað betra og skemmtilegra og eitthvað fyrir sko, in the moment sko. En og þess að sjá svona betur af sér núna. Five of Cups, þú veist. Þetta gerði bara svona. Eftir sjá mikið svona, þú veist, hvað gerði þið? En þetta eins og, þú veist, þetta kannski varstu búin að gefa þessar manneskju mjög mikið svona, þú veist, fyrirgefið og vilja gleyma og svona reyna aftur og svo bara hefur þið gefist upp og þetta var bara komið nóg og nú fjast bara nóg og vildi bara clean slate, bara svona, hreint og beitt, hafði allt hreint og beitt á yfirborðinu og ekkert lengur neitt eitthvað svona og ákveðin að fara bara þína leið. Og það er bara eins og, já, þú lokaði bara dyrnar og svona, og ert bara ekki tilbúin aftur í eitthvað svona bull. En þessi manneskja vill mjög mikið sko laga þetta og bæta og fá fyrirgefningu frá þér sko og bara, og svona, svoleiðis gangi. Gæti verið mikið af tilfinningum Cups það er hrútuljón og bóamaður, krabbi, fiskur, sporðdreki, meyja, fiskurinn, ljónið, eitthvað action. Það er núna er þessi manneskja rosalega ekkert í góðu stað og er bara, já, getur verið mikið drykkja og eitthvað svona gleðskapur og eitthvað slið sko og svona blekkingar og svona, já, og er svona kannski sjá það núna, veist, að það sem að það valdi var ekkert betra og þetta var bara, kom bara meira ójafnvægi og vesenni og þetta var allt eitthvað svona hlýja og blekkingar og hann vill koma núna aftur og leiðrétta eitthvað og eitthvað slið sko. Og er svona svolítið bara, já, að reyna að finna út leið hvernig ná að laga hlutina sko. Gæti verið eitthvað það þurft að fara eitthvað, það getur verið eitthvað samtöl við eitthvað út í heim eða svona kannski skoða eitthvað annar staðar út í heim eða eitthvað já, kannski fara í samband við eitthvað sem að væri eitthvað sem var búsettur eitthvað staðar annar staðar eða eitthvað samtöl við ferðalega eða fara eitthvað annað og plana eitthvað sem hann bara gerði, varði ekkert að neinu. Og sér þið núna sem bara betri kostin og núna veit ekkert hvernig á að laga hlutina kannski.
En ég sé þetta samband og það er bara eins og núna gæti verið gifting eða planum og sko gera eitthvað meira, fara að herra leiguleik og svona og hvernig að fara að gera það. Það getur verið svona mikið svona plan með það og eitthvað samt við vinnu líka og þetta er svona eins og það sé svona eins og það sé hálfgerð vinna að koma sér saman aftur. En það er eins og þessi manneskja vill samband með þér og vill giftingu með þessu líka sko, vill allt með þér. Það gæti eitthvað komið eitthvað upp á sambandi við vinnu. Það er eins og, já. Eitthvað ekki alveg gengið upp allavega. Já. Sjá. Svo ætla ég að spyrja hvert og eitt stjörnumerki. Það byrja á hrútnum. Hvað er hrúturinn að segja? Hvað finnst honum eða hvað? Bara svona sjá hvað actionu við mun taka. Hvað með hrúturinn? Hvað vill hrúturinn gera? Hrúturinn er bara alveg að leiðinni bara að koma til þín. Vill fá svör kannski líka. Vill fá að vita hvar hún eða hann hefur þig líka. Og er tilbúin að taka action. Og svo er það nautið. Nautið er alveg tilbúið að laga þetta. Með því að labba í burtu var ekkert eitthvað betra, það var bara, já, bara vitleysa. Það er eins og að vera að leita eitthvað annað og er svona smá svona, já, eftirsjá eftir það, svona, það er svona eins og, það var ekkert góð ákvörðun og er að gangi gegnum svona bara rebirth eða eitthvað. Tvíburinn, hann dróð sér tilbaka en svona bara skoða hvað hann hefur í höndunum, hvað að gera og hvert að fara og er svolítið svona bara að finna sjálfur sér svolítið. Og svona veit ekki kannski hvar hann hefur þig líka. Það hefur kannski komið eitthvað svona endir. Og krabbinn. Já, krabbinn er sko, tilbúin að bíða og sjá hvað verður. Og svona, vill svona að laga hlutina en svona, er svona að reyna að finna út hvernig. Hvað að gera, og svo er það ljónið. Mátt búast við einhverju samskipti af ljóninu fljótlega og er kannski svolítið að hugsa bara svona hvað að segja og hvað að gera og vill einhver samskipti frá þér sko og svona er svolítið, já, forvitinn og hvað þú vilt gera og hefur allan mikið ná að þér. Ljónus og Meija. Meija er bara mjög sátt, bara vill allt með þig gera og er tilbúin að leggja henni mikla vinnu bara til þess að laga og bæta að gera eitthvað eða svona vera til staðar fyrir þig. Já, maður bjóðast við
já, getur eitthvað svona, vilja gefa þér eitthvað og kannski svona gera eitthvað fyrir þér svona þannig að þér líði vel, sko. Eða svona, tekur á þér svolítið. Ég er svolítið að plana það. Vogin vill alveg nýja byrjun með þér. Já, alveg tilbúin að taka risk. Og sportdrykkinn svolítið ekki alveg tilbúin að gefa eftir eitthvað. Og svona svolítið í þrjóskunni að segja, sko. Bófamaðurinn já, er alveg í starthólunum bara að gera og plana hlutina með þér og já, er að koma með alls konar svona plön, hvað að gera, að rosa passion og svona, já. Og já, vill koma svona stöðuleika og svona búa til eitthvað, ferðast og flytja eða gera einhverja hluti svona sem að, þú veist, er eftir að koma einhver betur saman. Svo er það stengillinn. Stengillinn er alveg tilbúin að gefa samband eða vill hafa samband við þig, gefa þér eitthvað svona stabílt og svona, og finnst það bara að vera rétti tíminn til þess að gera eitthvað. Þú mátt alveg búast við því bara. Og Vaspirinn er alveg það er eftir að koma bara inn bara með hraði leið og þú gefur honum eitthvað sæn eða eitthvað. Þú viljir eitthvað með honum að gera eða eitthvað. Þá kemur hann alveg askvaðandinn. Fiskurinn er svolítið, já, ekki alveg nógu sáttur eða sátt í, þú veist, hver það er núna og já, það svona, er svolítið eitthvað svona heartbroken eitthvað. Það er eitthvað, já, eða kannski bara að sjá hlutina, bara svona hvernig hlutinir eru og kannski ekki alveg sáttu við að vera sambandslít, þá er ekki mjög sáttu það eða þá hafi verið eitthvað svona, já, eiginginn eða sjálfselska og eitthvað svona sem hafi kannski svolítið drepið svolítið svona millikað. Og hvað var ég með? Fiskur. Það komið til að láta þetta duga bara hjá okkur.